Jæja. Heyrðu, þá ætlaði ég að taka þarna framhaldið af dæmablaði 14.1-14.3, seinni hluti dæmanna 3 og 4, þar sem að við erum að finna hraðalögmál, þar sem sagt kafli 14.3. Og hérna er ég þá búin að skrifa upp töfluna fyrir þessi hér 2 hvarfefni, þar sem að við erum með styrkina fyrir BF3 og síðan NH3 og mismunandi upphafshraða. Þetta er svona upphafsstyrkir og upphafshraðar og við eigum hérna í rauninni getum við sagt að dæmi A og C. Það er að finna þá hraðalögmálið. Í dæmi A í rauninni verið að finna X og Y í þessari hérna jöfnu og síðan í C það K. Þannig að ég lít svo á þegar maður er að finna hraðalögmál þá sé það sem sagt þá séum við að gefa upp X og Y en vissulega er K háð hita þannig að það gæti verið að stundum sé þá betra að vera bara með það gildi sem K. En við erum við ákveðið hitastig og ég ætla að taka þetta bara allt í þá þessari röð sem ég hef gert hingað til. Það sem við byrjum þá á er að velja það sem ég hef búin að velja mælingu 3 og 4, þar sem að á lausnunum notaði ég 4 og 5 og veljum þá þar sem að mælingu þar sem að styrkurinn af fyrra hvarfefninu breytist en styrkurinn af seinna hvarfefninu er fastur og skoðum breytinguna þá fyrir hitastigið. Og það sem ég geri þá hér er að við finnum X, að þá erum við að taka hlutfallið milli 4 og 3, sem er þá að við erum að tala um styrk BF3 og þá myndi ég segja í 4. tilraun deilt með styrkurinn af BF3 í 3. tilraun og þetta í veldinu X gefur okkur hraðan upphafshraða í 4. á móti upphafshraða í 3. Og það eina sem er að mér þykir þægilegra að hafa stærri töluna fyrir ofanstrik en aðalmálið er auðvitað bara að það sé þá mæling 3 fyrir ofanstrik og 4 fyrir neðanstrik, bæði fyrir hraða og styrk eða öfugt. Svo set ég gildin inn, þá fæ ég að við erum með 0,350 deilt með 0,200 í veldinu X gefur og þá er það 0,1193 fyrir hraðan deilt með 0,0682. Út úr þessu kemur sem sagt 0,175 í veldinu X er sama sem og svo 0,1193 deilt með 0,0682 og þetta þetta er reyndar 1,75 ekki 0,175 og þetta er 1,75 Þannig að erum við þá með að X hlýtur að vera 1 og er aðalmálið það að passa að þó að maður fái ekki út einhverja heila tölu, 2 í X er sama sem 2, en þá er það alltaf það sama sem við erum að leita eftir. Er X 0, er það 1, er það 2, til þess að þetta gangi upp. Og til þess að þetta gangi upp, þá er X sama sem 1. Því 1,75 í fyrsta veldi er 1,75. Þá erum við komin með það.
að x sama sem 1. Svo þá að velja fyrir y, þá myndum að velja einhvers staðar þar sem að það breyting hér en ekki hérna. Og hérna myndum við þá velja, við getum ekki valið mælingu 2 og 3, en þá erum við bæði með breytingu fyrir NH3 og líka fyrir BF3. Þannig að hérna myndum við geta valið mælingu 1 og 2. Þá tek ég það hérna fyrir neðan. Hérna finn ég y. Þetta var hérna mæling 3 og 4. Hérna tökum við þá mælingu 1 og 2. Og þar erum við með hérna 1 deilt með 2. Og það þá styrkurinn af NH3, tilraun 1, deilt með NH3, tilraun 2, bara því að 1 hærra heldur en 2. Þetta í veldinu y gefur okkur hraðan vaff í hraði fyrstu tilraunar og hraða þá í annarri tilraun. Hérna fáum við þá að 0,250 deilt með 0,125 í veldinu y sama sem 0,2130 deilt með 0,1065. Hérna fáum við væntanlega 2. Hérna fáum við að 2 í veldinu y sama sem 2. Þannig að y væri þá 2 í fyrsta sama sem 2, þannig að y líka sama sem 1. Þetta hefur sýnt sig að vera kannski svona hvað algengasta niðurstaðan í dæmum hingað til. Þannig að x sama sem 1 og y sama sem 1. Og þá myndi ég, hérna, að vísu spurt hérna í lið B, hvert heildarstig hvarfsins. Þannig ég ætla að setja það hérna fyrir neðan, B, heildarstig það alltaf sama sem samanlögð veldin fyrir hvarfefnin. Það myndi segja það að það x plus y sem sama sem 1 plus 1 eða 2. Að þetta þá sem sagt heildarstig hvarfsins 2 eða þá þetta væri annars stigs hvarf. Síðan myndi ég þá fara út í það að finna, þegar við erum búin að fá þessa hérna jöfnu, að finna hvert K og þá alltaf spurning að einangra þetta í jöfnunni og svo getum við sett inn hvaða gildi sem frá mælingu 1 til 5. Bara passa ykkur að það séu þá alltaf gildin innan sama mælisets. Við tek K hér, veljum svo bara einhverja tilraun eða einhverja mælingu. Þannig að hérna K-fundið. Þá myndi ég segja það að K sama sem hraði og svo færi ég þetta undir jafnaðarmerkið. Þannig að það þá upphafsstyrkur af BF3 og það í fyrsta veldi, svo það þarf ekkert að skrifa meir. NH3 og það líka fyrsta. Og svo getum við bara valið það að setja inn gildi fyrir tilraun 3. Svo væri það hérna þessi hraði og þessir styrkir. Og passa hér að hér skipta einingarnar máli. Við myndum fá 0,0682 mólar á sekundu deilt með styrkur á BF3 sem 0,200 mólar
sinnum styrkurinn af NH3 sem 0,100 mólar. Og þarna sjáum við út frá einingunum að mólar og mólar styttast út. Þannig að þá eftir mólar fyrir neðanstrik og sekúndur fyrir neðanstrik. Þarna fáum við 0,0682 deilt með. Þetta gefur 3,41. Og þetta verður þá mólar mínus fyrsta, sekúndur mínus fyrsta. Þetta K-gildið. Og þá myndi ég segja að hraðalíkingin eins og hún þá orðin núna við þá þetta hitastig væri þá að V0 sama sem K sem 3,41 mólar mínus fyrsta, sekúnda mínus fyrsta sinnum upphafsstyrkur af BF3 sinnum upphafsstyrkur af NH3. Þetta væri þá hraðalögmálið. Og að lokum í dæmi D þá eru gefnir upp styrkirnir af BF3 og NH3. Þannig að í D okkur gefið hvað ef upphafsstyrkurinn af BF3 sama sem 0,1 mólar og upphafsstyrkurinn af NH3 sama sem 0,5 mólar. Hérna á að finna hraðan og þá myndum við setja þessi hraðagildi, eða styrkgildi inn í jöfnuna. V0 væri þá sama sem 3,41 mólar mínus 1, sekúnda mínus 1 sinnum 0,1 mólar sinnum 0,5. Og hérna eru engin veldi, af þetta allt í fyrsta veldi. Þannig að getur sagt að hérna fari mólar á móti öðru mólstyrknum og eftir stendur þá mólar á sekúndu. Og þetta gefur 3,41 sinnum 0,1 og 0,5 sem þá 0,171. 0,171 og þetta mólar á sekúndu. Eða svari hérna uppi við D, svo sjáumst betur 0,171 mólar á sekúndu. Þannig að ef maður á annað borð búin að finna út hvaða lögmálið sem að væri þá aðalmálið í dæminu að finna þetta hérna, að þá getur maður þá alltaf fundið ef einhver verið gefinn hraði og annar upphafsstyrkurinn, þá hægt að finna hinn upphafsstyrkinn, þannig að það alltaf hægt að leysa þessa jöfnum út frá einhverjum gildum sem eru gefin. Þetta var þá dæmi 3. Svo kemur dæmi 4. Þetta eru þrjár mælingar. Aðeins að reyna að spara með smá vinnu. Hérna það þá, erum við með efnahvarfið 2 NO plus O2 gefur 2 NO2. Og hérna erum við að fara út frá gera þessa sömu reikninga. Ég ætla að byrja á því að skrifa upphafsstyrkina. Hérna erum við þá með NO, mólstyrkur, O2, mólstyrkur og síðan hraði.
Þannig að fyrir fyrsta erum við með 0,0126, 0,0252 og þarna aftur 0,0252. Þannig að greinilega bara breyting hérna á milli mælinga 1 og 2 fyrir niturmónoxíð, fyrir síðan súrefni 0,0125, 0,0250 og 0,0125. Þannig að hérna er það þá, er breyting, myndum við nota þessi hérna 2 gildi fyrir breytinguna hér þegar þetta hér er fasti. Og svo er hraðinn fyrir þessar mælingar. Þá erum við 1,41 sem er 10 veldinu mínus öðru, 1,13 sem er 10 veldinu mínus fyrsta, 5,64 sem er 10 veldinu mínus öðru. Og þetta er hérna mólar á sekundu. Í lið A, þá eigum við að finna x og y. Við byrjum á x-inu og x-ið er þá hérna og y hér og hraðalögmálið sem við erum að fara að finna er þá að grunninum upphafsstyrkurinn NO í veldinu x, upphafsstyrkurinn O2 í veldinu y. Og ef við byrjum á því að finna x, þá erum við að leita að þessum mælingum þar sem að það breytist á styrkurinn af NO, meðan þetta hérna myndi bara vera fasti og skoðum hvernig breytist hraðinn. Tökum þá hérna 1 og 2, það verður mælingarnar. Hérna myndum við þá vera með að 0,0252 deilt með 0,0126 í veldinu x er sama sem, og þá er það mæling 2 deilt með mæling 1 hér líka, 1,13 sem er 10 veldinu mínus fyrsta, deilt með 1,41 sem er 10 veldinu mínus öðru. Hérna myndi þetta bara vera 2 í veldinu x og hérna fáum við 1,13 Sjá, það var, já, nei, byttu nú við. Er ég að skrifa þetta vitlaust upp? Já, ég er alltaf bara að velja þetta vitlausar mælingar. Það er ágætt að þá er það hérna 1 og 3. Ég sagði þess að mjög góð með mig að það væri engin breyting hérna milli 1 og 2, það er náttúrulega ekki rétt hjá mér. Þannig að við erum að skoða hérna mælingu 1 og 3. Ég nenni engan veginn að taka vídeóið aftur upp, þá bara lagfæri ég þetta. En þá erum við hérna með það sama, þá er það 0,0252 deilt með 0,0126. En hérna fáum við hins vegar fyrir ofanstrik 5,64 sem er 10 veldinu mínus öðru. Þetta gefur okkur þá 5,64. Þetta eru 4. Þetta lítur betur út. Þetta þýðir það þá að ef að x er sama sem 2, 2 í öðru er sama sem 4. Þannig að
x er sama sem 2. Það var ágæt tilbreyting frá því að x er sama sem 1. Þá ætla ég að vanda mig aðeins betur og velja þegar það breytist styrkurinn af súrefni, þegar styrkurinn breytist ekki hér. Þannig að hérna erum við að taka mælingu 2 og 3 til að finna y-gildið. Y og þá er það 2 og 3. Og þá tek ég 2 deilt með 3 til þess að hafa stærra gildi fyrir ofanstrik. Deilt með 0,0125 í veldinu y. Og það er sama sem 1,13 sem er 10 í veldinu mínus 1. Deilt með 5,64 sem er 10 í veldinu mínus 2. Hérna fáum við þá að 2 í veldinu y er sama sem, væntanlega er það bara 2. Já, það er sama sem 2. Þannig að hérna myndi þá niðurstaðan vera sú að y verður að vera sama sem 1 til þess að þetta gangi upp. Þannig að hérna er það komið að x er sama sem 2, y er sama sem 1. Og svo er spurt hérna, hverjar eru einingar hraðafastans? Og hraðafastinn, hann er þá fundinn með því að einangra k úr þessari hérna jöfnu. Einingar k, þá tökum við að k er sama sem hraðinn deilt með styrkurinn af NO í öðru veldi, deilt með styrknum af O2 í fyrsta veldi. Og ef við skoðum bara einingarnar, þá er hraðinn með eininguna mólar á sekúndu. Þar sem þetta er mólstyrkur í öðru veldi og þetta sé bara sinnum mólstyrkur í fyrsta veldi, þá er hægt að stytta út mólar á móti mólar og þá er með mólar í öðru fyrir neðanstrik og sekúndu fyrir neðanstrik sem myndi vera annaðhvort mólar í mínus öðru, sekúndur í mínus fyrsta eða 1 á móti mólar í öðru sekúnda. Þetta væri það einingin fyrir k. Og svo í lið C, þá er beðið að finna hérna k-gildið eins og það væri gert í tilraun. Að við værum að finna meðaltalið, þannig að þá nota maður allar tilraunirnar til þess að finna hvert er k. Sé hérna k í veldinu með k sem sagt með þessar einingar. Þannig að þá myndum við setja inn hérna fyrir tilraun 1, 2 og 3. K er sama sem VF0 deilt með NO í öðru deilt með O2. Og svo setjum við þá bara inn þessi gildi fyrir mælingu 1. 1,41 sem er 10 veldinu mínus öðru, mólar á sekúndu, deilt með, og þá er það 0,0126 mólar í öðru sinnum 0,0125 mólar. Deilt með 0,0126 og þetta í öðru veldi, deilt með 0,0125, 7105 mólar
mínus 2 sekúnda mínus 1. Í næsta, þá setjum við bara beint inn, þá er það 1,13, sem er 10 veldinu mínus fyrsta, mólar á sekúndu, deilt með 0,0, 252 mólar í öðru og 0,0, 250 mólar. 1,13, 0, hérna fáum við 7.118 ef maður hækkar upp. Af því að, já, staðreyndin er svo að þegar það er verið að gera svona mæli niður stöður, þá getur maður ekki reikna með að fá alltaf nákvæmlega sama gildi þó að það sé fastir, bæði því það er alltaf óvissa í mælingum, hitastig gæti verið eitthvað örlítið mismunandi á milli mælinga. Þannig að þá er vaninn sá að reikna K-gildi fyrir hvert einasta mæli sett og finna síðan meðaltalið. Þannig að lokum myndi ég þá taka síðasta sem að væri þá þriðja, 5,64 sem er 10 veldinu mínus öðru, mólar á sekúndu, deilt með 0,0, 252, mólar í öðru, deilt með 0,0125 og þetta á að vera mólar. Hér fáum við þá 5,64 og 0. $7.105. Þannig að þetta eru þá gildir sem að koma hér út fyrir mælingu 1, 7.105, 7.118 fyrir mælingu 2, 7.105 fyrir mælingu 3 og meðaltalið af þessu með því að leggja þetta saman og deila með 3 væri þá plus 71, 18 plus 71. $7.109. 7.109 mólar mínus 2 sekúnda mínus 1. Og þá myndi ég segja hérna að við værum með hérna, ætla með ekki taka út, þegar nú erum við komin með hraðajöfnuna, við ætla að setja hana hérna upp með K-gildinu. Og segi hérna að VAF0 er sama sem, og þá tek ég meðalgildið, 7.109, styrkurinn af NO í veldinu 2 sinnum styrkurinn af O2. Í næsta dæmi sem D, þá er spurt hver er hraði eyðingar á NO þegar hérna NO og O2 eru gefnir hér. Svo ætla að taka þetta burtu. Þetta er D-liður. Finndu hraða eyðingar á NO.
ef, og svo eru gefnir þessir hérna styrkir, að upphafsstyrkurinn af NO er 0,0750 mólar og upphafsstyrkurinn af O2 er 0,0100 mólar. Það sem við gerum hérna erum við með tvær jöfnur sem þarf að hafa í huga. Í fyrsta lagi erum við með það að hraðinn við finnum hann með þessari hérna jöfnu. Svo erum við líka með jöfnuna sem að tengir saman hvernig efnahvarfið eyðingu af hvarfefnum og myndum og myndefnum. Og hérna erum við með þá alltaf að því að hraði þá sama sem hálfur hraðinn af eyðingu NO deilt með delta T. Þannig að hérna erum við komið samband á milli hraða og eyðingar á niturmónoxíði og þetta hérna þá hraði eyðingar. Þetta það sem við viljum finna. Ef við byrjum á því að við ætlum að einangra þetta, byrjum á því að finna hraðann þá út frá þessari hérna jöfnu. Það getur sagt að hraðinn með þessa hérna upphafsstyrki þá 7109 sinnum 0,0750 mólar og þetta verður að vera í öðru veldi sinnum 0,0100 mólar. Og hér myndum við þá fá að mólar mínus öðru og þetta við mólar í öðru og þá stendur bara eftir mólar á sekúndu sem einingin fyrir hraða. Hérna væri þá 7109 sinnum 0,075 í öðru og þetta 0,3999 sem gefur okkur það að þetta sé sama sem 0,400 og þá þetta mólar á sekúndu. Þetta þetta hérna gildi. Þannig að hérna myndum við þá einangra og segja þá að hraði eyðingar af NO deilt með delta T sama sem og þá tekum við mínus hálfan yfir jafnamerki sem verður þá bara mínus 2 sinnum VAF0 sem þá mínus 2 sinnum og hérna erum við með, og þetta getur verið mitt annað strik hér, 0,400 sem myndi þá gefa okkur hérna mínus 0,800 mólar á sekúndu sem passar við það að við erum með 2 hérna fyrir framann þannig að NO hlýtur að eyðast tvisvar sinnum hraðar heldur en hraði efnahvarsins að því hann miðast alltaf við 1. Það getur sagt að hraði eyðingar af súrefni hann væri sem sagt sá sami nema bara með mínusskildi og hraði efnahvarsins. Þetta var þá já, og svo spurt hérna þá í E-lið sem í rauninni þarna sem ég var að segja að þá eigum við að finna hraða eyðingar af hérna súrefni við þetta sama. Og þá getum við sagt að við erum með hérna fyrir súrefni þá erum við með sambandið að hraði sama sem mínus af því að þetta hvarfefni sem að eyðast. Hérna það 1 á móti 1 þannig að við þurfum ekkert að skrifa neitt hér. Þannig að við getum sagt að hraðinn á eyðingunni delta T sama sem og þá fáum við bara mínusskildi af
VF0 sem að væri þá mínus og við vorum hérna með hraðan 0,400 mólar á sekúndu sem bara mínus 0,400 mólar á sekúndu. Þá vonandi komið hérna kannski svona allar þær tegundir af þessum dæmum sem að gætu komið á prófi. Ég býst svona við að allavega á þessu stúdentsprófi sem ég hef séð þá algengast að það sé bara verið að spyrja út að þið þurfa að finna hraðalögmálið, finna sem sagt x, y og k. En það að gera að átta sig á því líka að vissulega getur maður aldrei gengið út frá neinu sem vísu og að geta tengt þarna á milli. Annars vegar hraða sem fundin út frá þessum stuðlum hér og hins vegar út frá hraðalögmálinu. Þá læt ég þetta gott halda og vona að þetta hafi lukkast. Takk fyrir.